byrjum þáttinn. Já. Ég heiti Jeppe Karl 69, Bjarki. Já. Og ég bara einlega okkur strákur. Og við sem maður ekki gefur að fara að koma, þá förum við alltaf aðeins út fyrir bóksið. Ég kíkti á hann Jóa. Græðum smá pakka fyrir kall. Þú tekur aðeins kassa hérna frá Water Clouds. Sko lyktin af þessu, hún stjarnfræðileg. Hún lyginni líkast. Já. Þetta fyrir þig. Ekki að þefa það? Jú, þefa það þessu. Bara helst spreyi hjáraðar sko. Og svo ertu komið með vinsælasta gelið frá Water Clouds líka. Ég hættur að nota rakspíra, ég nota bara þessa lykt. Já, ég veit það. Þetta bara svona, þetta svo, herru, þessi gaur hreinn. Hefur mamma ekki bara spreyið? Jú, ég gerði það, sko. Ég sé svona 3-4 spreyið. Þetta bara rakspíri, sko. Þannig, gjörðu svo vel, Rikki mín. Þetta í búið Water Clouds. Það er okkar menn. Svo ertu með 2 drykki þannig að þú vilt. Já. Hello og hérna, Vá Hydrit. Ég þekki Hellin. Hellar hann er góður. Hann er góður. Hefurðu smakkað sykurlausa, ekkert aspartam? Já, hann er Ég er meiri í þessum sykurlausu orkudrykkjum. Já, ég líka. Ég elska það, sko. Já. Þegar ég sé að það eru 0 kaloríur, það selur mér helling. Já, við líka. Með alveg svona aukaefnin og allt svoleiðis. Það er, tökum það seinna, sko. Við megum ekkert fokk í sykrinu, sko. Þá veit maður aldrei hvað gerist. Það er bara vesen, sko. Hann er, sko. Herri, takk hérlega fyrir að koma. Já, bara gaman að koma. Það er búið að vera á dögunni. Heiður að fá þig. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Við náttúrulega fengum hennan tækifæri að fara í brennsluna. Hann gaf okkur nú nokkuð góðan vindó þarna. Fyrsta tækifærið. Við vorum valla búin að gefa út þátt, þá vorum við bara mættir að það. Já. Ég meina, hvað er, sko, þið eru alltaf á fítunni hjá mér á X-inu, sko. Hvað er það að gefa út marga í viku? Við erum að gefa 3 í viku nú. Djúvill, það er hart maður. Já, það er hart, sko. Við erum að taka þetta allir leið. Við erum að grænda. Við vorum alltaf með 2, en núna á 9 ári þá hvað gef í. Alvöru þjónusta. Já, það er bara svolítið, sko. Fyrir einhver 2000 skell, það var bara 150 þættir sem við getum hlustað á göðu strákum. Þú fær ekki eitt stóran bjór og eitt lítinn bjór fyrir hennar penning. Nei, það er bara máli, sko. Herðu, förum aðeins hérna yfir það, því þú ert búin að eiga, hvað er gamall? Herru, ég er 39 ára í næsta mánuð. 39 ára, þú ert að detta á 50-aldurinn. Já, takk. Kemur vel. Já, takk hérlega. En heldur aðeins í 40 sem svo ég. Aron er bara 20 eitthvað ára, sko. Já, 29. Já, 20 eitthvað. Það er helviti gott. Ungu drengur. Það lítur oft mjög illa út fyrir mig, sko, að vera 40-aldri að hanga með 20 eitthvað ára dreng, sko. Já, ég er alveg að fara að ná þér. Já. En þú ert búin að vera mikið, bara hvað, fjölmiðlabransanum, útvarpsbransanum. Hvað 20? Já, sko, ég átti 20 ára starfsamal á FM núna í október 2023. Það er enda rugglað. Já. Byrjar hann 19 ára þá? Nei, ég byrja 18 ára. 18 ára? Það er bilað. Já, og ég hef bara verið þarna síðan í rauninni, sko, svona inn og út en alltaf verið aldrei farið af húninu, aldrei farið út hurðina, sko. Hvað hefur breyst svona mest síðan þú komst? Tæknin. Já, tæknin. Þetta var sko, þú veist, ég ætla ekki að segja, sko, jú, það er stundum alveg andlegt álag að stýra hérna morgunþætti og delivera að vakna 5 sinnum í viku þetta, en bara, þú veist, það er ekkert álag á þeir, sko, í tækjum, sko, en þegar ég var að byrja í loftinu, sko, þú veist, þá ef ég ætlaði að skrepa á klósetu þá hafði ég bara lægið til þess að klára að hann allt myndi stoppa, sko. Já, það er svolítið. Má bara ofta spila á CD og einhverju svona, sko. Já. Byrju, settir þú bara CD í tækið Já, svo bara rás og bara beint í gang, sko. Já, kom alveg fyrir, sko. Það er þetta geðvikt. Já, þannig að hérna, það eru 9 tímar, það er tæknin er svakalega í þessu. Og hérna, og það sem líka bara hefur breyst og það sem hefur kannski komið mest á óvart hvað útvarp hefur alls ekki dáið út. Það spáði í margir fyrir svona 10-11 árum eða nú fer útvarp að feita út, nú eru komið allar þessar streymisveitur og hlaðvörp, en fólk vill alltaf útvarpið sitt líka, sko. Það er alveg málið, sko. Eins og ég í umferðinni, ég er alltaf að því, sko, ég er bara þannig gaur, ég læt eina 4 ára að fá YouTube. Bara svo sé alveg bara róð í bílnum. Þá er FM í gangi hjá mér. Já, takk. Já, bara ég er ekki svona hrósaði, sko. Það er alltaf verið svona, sko. Ég stilla oft inn sjálfur líka. Þetta er bara mjög næs. Ég hlusta alveg mikið á Spotify og ég meina ég er með mín tónlistasmekk sem kannski er ekki endilega á FM og ég meina ef ég er að fara í ræktina og hlusta ég en þú veist, en þegar ég er í bílnum oft bara þegar ég er heima, þá er ég bara með kveikt á útvarpinu. Já. Þú veist, þetta er bara live, þetta er bara beint, það er eitthvað sem er í gangi, það er eitthvað sem er að segja mér sem ég kannski fæ ekkert annars staðar. Akkurat. Það með hérna, útvarp er ennþá bara mjög current miðl. Já, bara geðveikt, sko. Og ég meina, er þetta ekki vinsalasti morgunþáttur sem hefur verið það? Ég meina, hann er búin að haldast. Nei, hann er búin að vera í þessari mynd núna að vera 4 ár. Já, það er alveg slett. Já, 5 ár. 5 ár, já. Í þessari mynd, þetta crew, og það er mjög langlíft, sko, því oft eru svona morgunþættir, þú veist, það koma breytingar, einn dettur út og kemur annar inn og þar fram eftir götunum, við erum búin að ná að halda bara mjög góðum balans og rythma
Já, og það í rauninni bara núna sem ég finn svona fyrir því að það fólk að hlusta já og það, þú veist, akkurat. fólk tekur eftir því hvað við erum að segja Já, og það svo mikilvægt í útvarpi, það þessi stabilisering að breyta ekki á ört og reyna að halda dampi í eins langan tíma og getur á þess að þurfa að gera stórtæka breytingar. já, akkurat. En hérna, Svari Fitnessboss spurði mig einmitt, sko, já, hann búin að vera geggjaður síðustu 20 árun á FM, sko. En áður, hvað var áður það? Þú veist, hvernig var þess að, þú veist, æskan eða eitthvað svona? Þú varst fótboltakur eða ekki? Jú, ég var bullandi. ég byrjaði að leika með bolta bara sem ég byrjaði að labba. Já. Pabbi bara henda með fótbolta og var alltaf með mér út í porti í Hraunbænum. Já, ok. og Það er hættulegt í dag, sko. Ég veit það, það er alltaf blautur drauminn að flytja aftur í Árbæn, ég gera það einhvern tímann. En Já, ég byrjaði bara að leika með bolta og þú veist, á þeim árum þá var maður ekkert inn í tölvunni eða fara á Netflix eða eitthvað þar með, maður var bara úti og það skiptir rauninni ekki máli hvaða veður það var, eða var snjór þá mókuðu bara aðeins frá vellinum til þess að geta spilað og svo byrjaði ég bara í yngri flokkum og held því bara vel og iðka þetta bara upp úlingsárin og svo bara svona kemur ykkur leiði og þegar maður hættir í eitthvað smá tíma og hinir halda áfram að verða betri þá bara mjög erfitt að koma tilbaka, það bara ekki hægt. Varstu þú alltaf í Fylki? Ekki alltaf, en lengst byrjaði í sko, ég bjó í Seljakörunu. Í geit kölluð. Byrjaði þar í 7. og 7. flokki og eitthvað aðeins inn í 5. svo fer ég í Fylki. Og svo reyndi ég comeback í öðrum flokki með Stjörnunni. Náðu að spila eitthvað 2 leiki í Faxaflóamótinu en í öðrum leiknum því ég kom inn á og segi þetta komið gott. Og svo hvað, 27 ára setna ertu komin aftur á völlin? Já, svona ég aðeins að leika mér svona, þú veist. Og semi-pro? Já, ég svona aðeins verið að sprikla með Álafoss og ég bara hef svo gaman að ég verið í fótbolta. Ég í fótbolta 3 í viku, úst, í sporthúsinu og ég hef verið að taka æfingar og núna maður líka bara kannski komin loksins með skrokk að geta hlaupið og ég reyndi Compact 2015 og 3 dögum eftir 30-afmælið mitt og tvíökla brotnaði ég á æfingu og voru bara þungur. Þreyttu það. Já, það var bara hræðilegt og hvað þá þessar 12 vikur sem tóku við því, ég með innilókunarkennd mikla sko, hvað þá að vera með fast gifs á mér sko. Ég klæddi mig úr því ég átti 10 daga eftir því, ég gat ekki meira. Já, bara búið. Já, ég gat ekki meira. Ég las einhvers staðar að þú hefði verið á fótboltavellinum að lýsa stundum. Já, þannig byrjaði þetta, ég var 8 ára, þetta 93, þá var ég í portinu bara upp í Hraunbæ og ég var þannig, sko, ég var svo manískur, sko, ég var náttúrulega vaknaði alltaf svo snemma, ég vaknaði alltaf miklu fyrr heldur en allir sem ég var að leika með, þannig ég þurfti oft bara að fara út í port 8:30 á laugardagsmorgni, sko, ég þurfti að bíða í 1,5-2 tíma eftir aðri kemur á lampir, sko. Svo byrjaði ég, þá var ég byrjaði að horfa á svenska boltan og RÚV og var að hlusta á Bjarna Fel, Arnar Björnsson og eitthvað svona og mér fannst svo cool hvernig ég voru að lýsa leikjum sko, svona tilfinning í því og þannig ég byrjaði bara að leika það sko, nema ég var alltaf hetjan sko. og svo komu stundu kvartanir sko, þú veist, ég var öskur og hátt í portinu og snemma sko, kannski einhverju þunnir á laugardagsmorgni eða eitthvað svoleiðis sko, nenni ekki að hlusta í skrækum öskurum sko, það er skræk í dag, hvernig heldur það að vera 93 sko. Ríkar has done it again. Já, þetta byrjaði og svo náttúrulega bara var þetta bara alltaf draumur, hann fór aldrei en ég laði hann alveg til hliðar og svo ákvaði ég bara sækjan 2013 fara bara alltaf leið og hef ekki snúið aftur tilbaka síðan þá. Það geðveikt sko. Þá varstu bara á FM og þú sendir inn einhverja pröfur eða ekki? Jú. Hvernig virka það? Herru, þá bara, þetta var alveg vinna hjá mér sko, þá horfði ég á leik á YouTube og það var engin lýsingundur bara umhverfisljóð og bara þannig og setti það inn í upptökuna og eins og ég væri bara að lýsa leiknum. Já, ok. Og svo bara heyrðist þegar ég var að lýsa markinu og kom fagnaðarlætinu og eitthvað svona. Þetta var bara hljóðpröfa, þetta var ekki vídeópröfa sko. Já, ok. Þannig ég sendi hana og eitthvað áfram og þú veist, bara já, takk kella og bara, við þurfum eitthvað að skoða þetta og ég heyri ekkert meira. En svo þegar Hjörvar Haflega tekur við sportinu 2013, þá bara sé ég mig leik á borði, ég byrja bara að stokka hann, ég þurfti nú ekki að stokka hann í nema 2 daga og hann nefnilega sko, hann sagði bara, vá, ég bjóst ekki lögu, þú áhuga en mér finnst ekki svo galið sko og svo bara, ég heyri þið bara, ég ætla aðeins að melta þetta eitthvað og ég held að þetta myndi bara fara undir skúffuna og eitthvað svona, hann heyri mér sama dag
getur líst Stoke Blackburn á morgun í á Sport 4 ég bara, Já, let's go lísti honum og svo bara kom aftur símtal daginn bara virkilega vel gert, getur tekið annan leik í hádeginu á morgun og það var á sama tíma og Liverpool Manchester United, það var West Bromwich Albion og Úlfarnir eitthvað Það þú fengið en ég hljópa það Já, sjálfsög ég langaði bara að sanna mig og Já, geðvikt maður og sé ekki eftir því Nei, það geðvikt þessi hættir í fótboll svo, þessi FM 957 tími þetta var að byrja þarna, þú varst tjokk á þarna Já, ég sé gamla myndir já. og þetta er svona ég er ekki að reyna að ljúga mig út í einu sinni, sko, því ég veit ég hendi þá einhverju myndir búið að sjá ég ætlum orðað þannig á þessum árum var ég að reyna að finna sjálf á mig svolítið hvar ég var nákvæmlega sko, því að þú veist, í 10. bekk í Árbæðarskóla þá var rosalega mikil tjokkótíska sko. Það var ekki mikil skopparatíska eitthvað þannig sko. Það var alveg rík tjokkótíska og og svo bara svona eftir það og ég byrja svona að fara í útvarp þá bara, er ekki allir svona útvarpsmenn, er allir með svona afleita hár og eitthvað svona, ég þarf að vera aðeins öðruvísi. Svo fór ég út um allt og hún hrika allt, hafi ekki átt neina alvöru vini sem lét mig vita, sko, þú veist bara, að fara svona allir í gegnum þennan tíma í lífinu sinni. Já. En ég sé ekki eftir ég brosi, ég horf á myndir í dag, sko. Var þetta ekki svolítið svona FM? Jú, ég fór svolítið overboard, sko. Smá. Menn voru alveg afleitar á FM, sko, en það var alveg, þeir voru ekki með sko, svart í hliðunum og eitthvað svona, ég fór allarleið, sko. Ég mælið alltaf þegar ég fór í klippingu þegar ég var svona 14 ára eða eitthvað, þá fór ég alltaf með mynd af David Beckham. Þá var hann með, þegar hann var með hvítan hannakamp, fór stundum með hanna, ég leit út eins og hálfvít. Já, þetta er ekki alveg það sama, sko. Nei, Beckham púla líka allt, sko. Já, það er svolítið hver þarna, sko. Já, þú ferði ekki með mynd af David Beckham og heldur myndi lítið út svolítið, sko. En það er samt ekki langt sem ég afleitaði mig síðast, ég meina ég afleitaði mig bara 2018, sko. Það var bara fyrir skúter, það var FM-gig bara, þú veist. Var það í jókið eða? Já, ég bara, þú veist, ég bara skora á mig og ég bara tók það og þetta var ekkert svo ræðilegt, sko. Og svo er ég náttúrulega með óeðlilega hraðan horfvöxt, þannig að þetta er fljótt að fara, sko. Ég var skafinn, sko, núna í ég man eftir. Já. Þú ert bara Við erum bara stíf gælaður núna og það er enda rétt, sko. Já, nokkuð fínt hár, sko. En hvað þarf maður til að vera góður útvarpsmaður? Fyrir það fyrsta þarf að vera með bilaðslega mikinn áhuga á metnað. Áhugin er náttúrulega nummer 1. Þeir sem hafa sendt á mig og vilja koma í pröfur og svona. Já, tala mig Meðal annars að bara það sé bara þvílíkur áhugi. Ég kannski sendir ykkur á mig og sendir ykkur bara segja ykkur svona, ég sagði, herru, kæra þakki fyrir postin, herru, við skoðum þetta, það er ekkert laust eins og en við skoðum þetta eins. Og ef aðeins sendir svo aftur á mig eftir 2 vikur, herru, ég bara tjekkaði, ég var ekkert búin að heyra á eitthvað svona, þú veist, það er bara, herru, það er alveg áhugið þannig, þá hugsa ég ætla að gefa henni séns og eitthvað svona, þú veist. Þú er alltaf að spamma þig, sko. Nei, alls ekki, þetta þarf náttúrulega að vera eitthvað, þú veist, ég náttúrulega spyrir, þú veist, hefur eitthvað reynslu. Ertu ófeimin típa fyrir, þau eru talað fyrir framan eitthvað fólk. Akkurát. Og þar fram eftir gödunum, en náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega er áhugin alveg gríðarlega mikilvægur og þú þarf náttúrulega að hafa alveg þokkalega góð tök á íslenskri tungu og þú veist, og þú þarft að vera með ákveðna rödd og raddbeitingu og ég meina, þú veist, þetta skiptir allt máli. Ég meina, það var margir komið í pröfutíminn og ég meina, ég held að eitthvað geggja úr því en þú veist, ég hef búin að gera þetta og alveg ófeimin þegar hann kemur og tala við mig og bara, en svo þegar hann kemur frá mikrofónun og opnar sleðan og kemur on air á bara þá gerist eitthvað, sko. Og það er bara mjög algengt, sko. En alveg definitely, það er áhugin. En hefur upplifað mikið mótlæti á þessum tíma á FM? Já og nei, ég meina FM, ég man nú bara þegar FM var á svona einhverjum kafla, þá var búið að koma þessi yfir í þetta hnakkar og guggur og einhverju svona frasar, þú veist, FM hnakkar og hlustar enginn á þetta og var svona tabú einhverjum tímapunkti að hlusta á FM, var svona, þetta væri grunnhrygin stöð og heyru það ennþá í dag. En jú, þetta hafa verið mótlæti og maður hefur þurft að svara ýmsu og nú bara síðast að svara fyrir því hérna og þetta bara ekki svo fyrir lengur síðan, sko, þannig að það er bara mál með Ronno, sko, það má ekki setja hann fyrir mikrofón, það gerist eitthvað ræðilegt, sko. Siggi var náttúrulega með þess að sögu, sko. Já, ég meina, ég segi bara við mitt fólk og ég meina, þú veist, við lifum bara þannig tími í dag, ég meina, mér finnst
umræða bara, þú veist, ég aldrei að taka eitthvað sides, þú veist mér finnst þetta bara pittur í báðar áttir á svo marga vegu. Algjörlega. Ég reyni bara að halda mig sem lengst frá því. Ég lifi bara því motto, ég nenni ekki að vera reiður, ég nenni ekki að vera reiður út í eitthvað, lífi bara stutt til þess. Þannig ég reyni bara að brýna fyrir mínu fólki sem í loftinu, þú veist, skemmtiði bara þeim sem að hlusta, veriði einlæg og komið með eitthvað bara sem, já, þetta skemmtilegt, þú veist, ekki rífa eitthvað niður, alltaf gagnrýna. Það bara tvennt ólíkt, en eitthvað svona raun og eitthvað svona fari í eitthvað málefni sem að myndi ekki græða á að fara í, sem bara látum það í friði. Það er talandum eins og FM, nú byrjaði þú veist eins og FM 95 blöðarna, sem nú bara vinsælandi hlaðarstáttur sem eða útvarpsstáttur sem hefur sérst bara á Íslandi frá upphafi. Ég búin að hlusta á alla FM 95 blöð þetta sem hafa komið út. Sama ég. Já, alla, þú veist, bara sama hvaða, bara suma bara oftar en bara 2, 3, 4 sinum, sko. Já, ég bara, við erum sama pakka, ég hef ekki mistað einum þætti síðan hann fór í loftið. Myndur þú segja að þetta væri besta gjöfun sem FM 97 hafa fengið? Eina af þeim stærstu, klárlega, alveg klárlega, eina af þeim allra stærstu að Auti hafi verið á einhverjum tímamótum í lífinu, ekki með eitthvað sjónvarpsverkefni og Pálmi Guðmundsson sem seldi honum þessa hugmynd, bara respekt Pálmi. Og Auti respekt bara hafa tekið vel í þetta og bara búið til þessa maskínum, ég meina FM 95 blöð er bara, þú veist, ekkit mikið minna vörumerki en FM 957. Nei, akkurat. Þeir fara bara á stóra svið á þjóðatíð á árin og bara easy, sko. Og það var mikill happafengur fyrir stöðuna að fá þann þátt og þeir hafa ennþá ógeðslega gaman að þessu og þá finnst mér engin ástæða til að slaufa þessu. Menn hafa ennþá gaman að því sem við erum að gera. Nei, þetta er líka bara, það er svo gaman. Segjum því að ég hlusta líka, ég hlusta á, hlaður sem ég hlusta á, það er F95 blöð, það er þungavíktin, það er doktorfútból. Þetta er svona 3 sem ég hlusta mest á, sko. Við erum helviti líkir, ég er eiginlega svolítið þarna líka, sko, ég tek Stífstrákana líka, sko. Já, ég tek þá hérna líka. Ég er náttúrulega mest aðdáandi sem ég er náttúrulega hlusta mestmegnis á fótboltahlaður. Ég er bara á Twitter X-unu út af fótbolta, ég fæ svo mikið af upplýsingu þar, ef það væri ekki þá væri ég ekki þar, sko. Myndi ég ekki nenna því. En ég er bara lif og hrærist í þessu. Já, í fótboltanum. Já, geðveikt, sko. Svo er blöðkastinn alltaf í gegnum FM 97 líka, eða ekki? Já, þú veist, bara, þú veist, þetta er partur á tal er hluta sín og sama bara með þungavíktina. Þannig, þú veist, það er bara samstarf með sín. Þú ert líka búin að vera DJ ógeðslega lengi, ég held ég hafi hitt í kringum 2014 eða 15 fyrir utan gamla kaupfélag á Akranesi. Passar. Það ekki? Ég var stundum að gigga þar. Mjög skemmtilegur staður. Já, geggjaður staður, sko. Hann reyndar ekki í gangi í dag. Nei, og ég var nú ekki orðin eitthvað, þú veist, ég var alveg búin að vera DJ í 10 ár þegar ég var að byrja þar. Þú veist, búin að vera skemmtistöðum, ég var búin að vera Hverfis, Solon og alls konar stöðum, Oliver og þessum þekktu. En þegar ég kom, þú veist, maður hélt alltaf, maður fór ofta út á stað út á landi og ég átti bara að vera DJ, sko, þú veist, var ekkit mann á einu stað og voru 30 eða eitthvað. En það var alltaf geggjumæting á gamla kaupfélagi. Þú veist, það var bara það er líka úr með 7 manna bæjarfélag, það sem ég er ekkert að frétta, en þegar DJ ekki ekki mætir, þá er staður fullur, það er bara svolítið þannig. Ég veit ekki hvort það hefur verið bara út af mér, en bara þetta er eitthvað í gangi, þá tekur fólk svo til, herri, nú nú er bara tími, það er bara svolítið, ég held að við tekið eina smellu þarna fyrir utan. Ef það ekki, það passar, þá var ég ekki alveg hættur að reykja. Nei, þetta var verið svona spari, sko. Þetta var spari. Og hann labbaði inn og ég sagði, Rikki G, hann er bara nokkuð fyrir gaur. Já, takk fyrir það. Það er bara svona svoleiðis. Já, takk. Hvernig er svona dagur hjá þér? Af því að þú ert að veislustýra, þú ert að DJ-a, þú ert að lýsa fótbolta, þú ert í þungavíktinni, þú veist. Já, sko, ég fann svona spurninguna, sko, af hverju ert hann þá giftur? Af hverju er frúin ekki búin að gefast upp? Ég gæti þetta aldrei að ekki verið fyrir mína eindislegu eiginkonu og bara hennar skilning og bara hennar svona, bara svona vilja að ég skíni og hafi gaman að því sem ég er að gera. Ég veit, ég mun ekki alltaf geta gert allt svona mikið í framtíðinni, en meðan ég geta þá vil ég endilega gera það. Það er mjög erfitt að velja og hafna og meðan ég get gert þetta allt núna þá ger ég það, en eins og típisku dagur, þú veist, bara förum bara í þriðjudaginn, þá vaknaði ég klukkan 5:50, fór í brennsluna. Svo var ég á fundum til 2, náði klukkutíma æfingu, fór heim aðeins og lék við stelpuna. Svo fór ég og lýsti Plymouth Leeds sem fór auðvitað í framleikingu. Svo tók ég upp þungavættin og var komin heim klukkan 1 nóttina. Vaknaði 5:51, það með mig átti 5 tími að vaka sólarhringinn. Það hafa alveg svona dagar komið fyrir og þá drenast maður fljótt. Já, mér finnst það farið ekkert svona kulnun bara eftir svona daga eða þú veist. Jú, það kemur alveg, ef
ef það koma 2 svona dærir alveg, þá finn ég bara mikið fyrir því en sem betur fyrir gerist það sjaldan, mjög sjaldan og eins og bara með veislustjórnarkikkinn og húst DJ, ég vil núna bara þá selja bara allan pakkan ef ég hvort að fara að mæta staðinn þá ég bara veistljóður DJ það ekki bara þú nefnir ekki að fara í eitthvað hálfgík sko. Nei, ef ég bara tekið þetta og líka nú ég bara farin að velja ég tek mig bara góða pásur oft þetta bara ákveðin vertíð, ég með brúðkaupin mikið og eftir kannski október þá ég ekkert í nóvember, desember, janúar þá bara ég alveg frí þegar ég var að gera þetta á 12 mánuða basis ég gæti það aldrei og ég myndi líka bara verða þreyttur fljótt bara hjá fólki held ég sko. Þetta rosalegt grænt, fara út 5:50 komin heim 1 það gerðist einu sinni núna í sumar þá var ég í brennslunni ég þurfti að leysa í blöð ég var að lýsa í bestu deildinni ég tók upp þungaviktina og svo fór ég að DJ-a og ég kom heim klukkan 4 nóttina Það líka allt vinna sem þú sko þarf að vera vel á tánum sko alveg bara þetta bara, þú getur ekki chilla bara eins í tölvunni það ástæði fyrir ég fór í greiningu sko þú veist, ég fór náttúrulega í greiningu og náttúrulega greindum náttúrulega með massa athyglisbrest og að ég hátti og það fram til gödunum og einhverju tala á mótið þessum lifum en ég byrjaði á þessum lifum fyrir hálfu ári Ertu á Elvans eða? Ég á Elvans og það bara hjálpað mig mikið ég mikið skipulaðari og ég með allt í símanum mínum gleymi ekki orðin einu og þannig þú veist ég hræddur við að byrja það sko ég ógreindur sko líklegast með eitthvað veit ekki hvað það en hjálpa bróðum mínum mjög mikið kona mín getur ekki lifa á þess að fá sér Elvans sko þannig að það bara allt í graut en þetta hjálpar ég var svolítið á móti þessu fyrst ég bara missi ekki þá karakterin sem ég er akkurat en það ekki svo leið sko þetta bara hjálpar aðeins hausnum að hugsa og þú veist eins og segja halda betur utan lífið þitt en svo virkar þetta kannski ekki fyrir alla sko en þetta gerði það fyrir mig sko Hvernig verður að þungaviktin vera til? Voru þeir ekki fyrst í doktorfútból? Jú, þungaviktin er tilkomin í sjálfu sér að þeir náttúrulega drengir, Mike og Stjáni byrja náttúrulega með Hjörvari í þættinum þegar hann fer í loftið 2018 kringum HM og Mike hættir á undan Stjána Mike byrjar að vera með sitt podcast sem heit Mike Show var þar með huga svo kemur Mike til minn og viðrar þessa hugmynd að fara bara með sín í gott samstarf og við fáum góðan búnað og gott utanumhald og þá kemur hugmyndi hvaða makkar átt að vera og okkur hvorum fannst ekki koma neitt annað til greinin að fá Stjána bara þeir tveir dýnamíkin, þeir tveir ég meina margir og þreyttir að lusta á sko þeir töð út í þið enda þeir töðu rosalega þeir eru bara sko ég stunduð eftir þátt sko ég bara klóra mér í haust og bara heiðu helvitis gríska ruslið þetta er hægt og en einhvern veginn hef ég ógeðslega gaman að þessu og meðan við bara svona viðtökurnar þá hefur fólk líka gaman að þessu því það er bara no bullshit þarna menn fara bara fast í hlutina við reynum og ég meina við höfum gert okkar mistök og í að segja eitthvað og eitthvað svona en lært að þeim fara í réttu hlutina og gera það málefnalega þó við séum harðir mér finnst líka svo gaman eins og með Stjána og Mike að Stjáni er svona kjafti gríska ruslið og Mike það er svona Mike! Já, og Mike bara, það er nú bara eins og ég er búin að vera að segja ykkur strákar hann er alltaf sultuslagur og sko það þyrfti stundum að vera myndaðalega því þegar Mike er að tala um eitthvað gegn Stjána þá er Stjáni Mike! Það er svona, hann fyrir stellingar sko. En þú veist, þetta er, ég meina við erum að vera 30 ára í október og þú veist, og halda út í hlaðvarpi og fylgjast með öllu sem er í gangi það er líka bara brjáluðina sko. ég meina, ef þú ætlar að vera með hlaðvarp þá ertu að horfa á fótboltaleikina ég meina, bara síðustu helgi ég var sýrður á sunnudagskvöldin ég held ég að horta á svona 11 fótboltaleiki frá föstudegi til sunnudags Ég meina, Aron tók nú upp á því að byrja með svona gödusport þætti sko. Hann endist í 15 þætti, þá gafst hann upp Þannig, við skiljum alveg hvert þú ert að fara með þetta sko. Algjörlega Þetta er skriðilega vinna sko. og ég meina, og bara eins og bara, þegar Hjörvar byrjaði í þessu bara í rósi honum sko, þá er hann bara frábær ég meina, hann bara fættur í þetta hlutverk algjörlega og ég meina, þú veist, en það er
maður hugsar, já, það er ekki pláss fyrir þetta. Jú, það er pláss fyrir þetta. Af því að þú veist, sá sem elskar fótbolta og lifur og hræðist og er í vinnun á daginn og getur hlusta þegar hann er búið með Dóttar fútból, þá tekur hann bara þungavættina, stíl dagskrá. Ég meina, þegar ég er að vinna til dæmis sem er að vinna í pólóstundum, ég tekur svona auka vinnu, tekur 12 tíma vakt kannski, þá er ég búinn að hlusta á, þú veist, þungavættina, Dóttar fútból, enska boltan, stíl dagskrá, þú veist, ég er búinn að hlusta á þetta allt síðan. Bara eftir vaktina, ég hlusta bara á það. Ég fagn alltaf, ég meina, gulaspjaldir að nýjasta. Já, gulaspjaldir, já. Bara geggja, þú veist, ég bara, herru, meiri þjónusta, geggja fyrir mig maður, það er bara meira að hlusta á fótbolta. Meira umræðefni og veist. Ég er allan daginn þannig. Ég vil ég að fótbolti skemmtilegum. Já, geggjaður. Ég vil aldrei styggja neitt sko, en ég langar alltaf að segja, ég veit ekki hvað gerir fólk sem horfir ekki á fótbolta. Ég hugsa þetta allt sko. Já, ég líka. Bara sér bara til dæmis þegar landsleikja hlýja. Ég þarf að taka bara tvöfaldan skamta bara tungtislíf sko. Þetta er bara að líku við sko. Það er oft erfitt sko. Maður staðar stundum bara út úr gluggan bara, þú veist, það er ekkert að gera. Sérstaklega núna þegar landsliðið er ekkert eins og það var sko. Þegar landsliðið var náttúrulega geggjað, þá var ekki stuð sko. Geðveikt sko. En ég meina, ég er líka þannig, ég er náttúrulega líka brólinn í svo mörgum öðrum íþróttum. Ég elska að horfa á íslenskan körfubolta og ég elska að horfa á bara eins og það stórmót í handbolta, þú veist, minnst bara, það bjargar janúar þegar Ísland er að keppa á talandi allt múlíkt mann, varstu byrjað að lýsa pílunni? Herðu, ég tók Jöfnveld fannst mér það gott maður. Herðu, það er sko, ég hef engur sagt hvernig það kom til sko. Nei, komdu með sko, ég eiginlega sjanghæjaði mig á það sko. Nú, hvað þýðir það? Ég svona eiginlega ég bara grátbað. Já, það? Því ég vissi að það vantaði Lísar á eitt kvöld að því að geitin í þessu sem eru þetta Pállsaga. Ég vissi að hann var að fara út á píluna sko, á píluna sjá. Og ég sá að það var bara erlendur Lísar skráður fyrir þessu kvöldi. Ég sendi bara mínum menn, herru, má ég ekki bara taka þetta og og það er eitthvað, kann þú ekki að já, herri, ég er búin að horfa á pílu geðveitt mikið og búin að kann alveg verið reglurnar og eitthvað svona, ég kannski ekki óslega fljótur að reikna hvað er eftir á hverjum útskóft en ég held ég að komast bara heldur vel frá þessu mjög vel sko, mér fannst það geðveitt sko og mér fannst það ógeðslega gaman sko. Já, ég hugsaði líka bara svona bara því ég heyrði Rikka G í pílunni bara, jæja, hvað á hann eftir hvað á hann eftir? Ég líst tennis og ég líst ísokki og þetta er líka bara klikkað sport, pílan þetta er eitt besta sjónvarp sem þú finnur það eru 3 ár síðan ég gaf þessu séns og þetta er hafið þið farið í Alipalli? Nei. Ég fór ekki núna heldur þar síðast þetta er sturlaðast upplifun sem ég bara það er svolítið þú veist, ef þið hafið þó hafið ekkert mikinn áhuga á pílu bara fara þarna á svæðið og verið inn í þessum sal með allt í gangi þú ert bara þetta er rugglað sko. Þetta toppar alla fótboltaleiki sem ég fer á það? Er það svona sturlað? Ok En hvað ertu búin að fara marga fótboltaleiki? Þú búin að fara nokkra ekki? Fyndna við það, ég hef ekkert farið eitthvað, þú veist, það er engin gomma en jú, ég hef farið á eitthvað 4-5 United leiki, þú veist, ég hef tekið einn í Þýskalandi og þú veist, tók einn á Spáni og eitthvað svona, þú veist, en ekkert eitthvað brjálæðslega mikið, menn síðasti leikur sem ég fór á í enska var fyrir COVID, sko. Já, ok, já. En þú fórst ekkert á kveðuleik Pól Skóls og svo mætti hann tilbaka hálfara setna? Nei, ég gerði það vísur ekki, þú gerði það. Ég fekk að fara það þar, sjáum hann svo aftur hann á vellinu, fekk að kveðja hann og svo rauðhæra prinsinn minn aftur inn. Já, ég meina, ég veit einhverja sko, ég hef náttúrulega marga fárveika Liverpool stuðningsmenn sko. Og voru að spyrja mig út hvort ég hefði þekkt eitthvað svona í sambandi við miða og einhverju sem voru að gera þessu vonum að fara á síðasta heimaleg Kloppan hættir þess að góður. Já, góður. Ég held að ódýrasti með þessu komin í eitthvað 40.000 pund eða eitthvað sko. Þetta er bara rugl sko. Það er galið sko. Það er endur fjármagna? Já. Það er bara þannig. En hérna Rikki fer til Ameríku. Hvernig var það til? Það er verkefni og það eru þættir sem ég þykir óendanlega væntum burtsér frá því hvað hérna aðrir segja og eitthvað svoleiðis sko. Ég horfði á alla Ég líka. Og það segir líka bara, ef fólk horfir á þáttinn alla þættina, þá hefur það gaman af Egill Plóter hann ekki margt gálet kom út úr honum í gegnum árin en hann segir að þetta séu bara eininu vannmettnustu íslensku þættir bara, Ég er sammála sko. Þeir eru mjög góð að því að margir sem horfa bara þetta þú veist, eitthvað svona ákveðið en svo það fólk horfir þetta er bara svona pínu heilalaust þetta er bara skemmtun þetta er bara ég hérna í fyrstskipti í Bandaríkjunum og borði einhvern mat og fara einhver óþægilega liði Það er eitthvað svo fallegt við þetta Þetta er eitthvað svo, þetta er svo heimst einlægt og heiðalegt Við vorum 3 vikur að skjóta og þetta eru bara svona eiginlega 3 skemmtilegustu vikur æfuminnar Og þú léttist á þessum tíma Fyndum við, ég gerði það, það var svo mikill hraði Í alvöru? Já, það var svo mikill hraði Ég grínlaust, ég bætti ekki á mig Ég hefði búist +10 kannski Einfallega vegna þess og við vorum við fengum bara 3 vikur, við vorum í 6 borgum
þannig við þurftum að hafa hraðar hendur já. þannig þú veist, ég kannski var með eitthvað geggjaða mat og ég en svo bara, við erum búinir, við erum að drífa okkur og ég fekk ekki að klára oft á disknum sko, og mér hafi langaði vissulega sko. En þú átt líka þetta að segja, þú veist, shit hvað þetta er gott, svo segirðu, I was just saying in Icelandic, shit this is good. Þú átt þetta. Og meira segja sko, það var eitthvað 60 gæi í brúðkaupu sem var svona bara já, verður ekki gaman í kvöld eitthvað svona, jú, bara, shit, þessi skuttmaður ég bara yes, já hann er búin að horfa hafði Öddi samband við þig með þættina, hann hefur náttúrulega oft verið að fíblast eitthvað í þér já, þú veist, ég og Öddi náttúrulega verið mjög góði vinir og Öddi kann alveg alla mína takka og veit hvernig hann á að gera grína mér og hann kann allt og hérna svo einhvern veginn var ég bara búin að segja við auðvitað, mér langaði að prófa að vera meir í sjónvarpi og eitthvað svona, spreita mig þar og svo bara kviknar þessi hugmynd og hann bara kemur með þetta, ég bara, where do I sign? Bara skrifa undir og auðvitað bara, þetta var eiginlega bara fyrsta verki hans sem leikstjóri líka, verkefni svona þannig og bara, viljum ekki alltaf hrósa honum of mikið, en bara svona einn besti fagmaður bara sem ég hef unnið með og ástæðan fyrir hann er bara einn af okkar allra bestu í þessum bransa. Það að koma sería 2 eða? Mér langar. Já. Ég hef heyrt eitthvað. Öddi, ertu að horfa? Mjög líklega. Jú, auðvitað blundar í mér, menn það blundar í mér að vinna mér í sjónvarpi. Já. Og alltaf blundar líka í mér að leika. Já, bara vera leikari. Að leika, tóleika. Af því að það er bara líka svona hefur verið pínu draumur hjá mér, sko. Ég meina, ég er náttúrulega kvikmynda fíkill. Já. Bara, hvað hef ég ekki séð? Hefurðu séð Count of Monte Cristo? Já. 2002, Greifina, Greifina Monte Cristo, frábær. Manstu þegar hann er á bátnum og tekur gamla kallinn, hendur honum með reiput hálsinn og hann segir, who are you? Hann segir, I'm the Count of Monte Cristo, but my friends call me Edmond Dantes. Og hann er bara, Dantes? Hefur maður stættir? Já, svona er cirka. Hann er þetta eini viðmælandi sem hefur séð. Já, ég veit það. Ég er bara að spyrja svona 70 gesti. Það er enda mjög langt síðan ég sá hana. En þú veist, ég hef nefnt myndir, sko, ég hef séð oft ólíklegustu myndir og ég er ekki þannig, ég fer ekki, hvað fær hún á IMDb? Nei, ok, þar er ég ekki, sko. Nei, líka komedi fær, sko, komedi sem fær yfir 7 í einhvern á IMDb, það er bara svona mynd sem ég vil ekki sjá eða, sko. Það er eitthvað skrítið við það, sko. Já, sko, og líka að því að ég er alveg svona spennu, ég er svona thriller, svona psychology, svona sálfræði trillamaður. Já. Svona crime og eitthvað svona, þú veist, og þær fá oft ekkert háar einkanir á IMDb. Nei, bara svona. Ég er crime thriller kall líka, sko. Já. Það er bara, sko, minna besta mynd sem ég séð, það er Four Brothers. Frábær mynd. Geðveik mynd, sko. Frábær mynd. Já, Running Scared, Paul Walker. Já, ok. En hefur þið Mindhunter á Netflix? Mindhunter, já, þættina með raðmorðingjana. Já, það er rosalega þetta. Það eru einir af svona 5 bestu þáttur sem Netflix hefur gefið út. Já, það eru mjög góður. Frábærir. Herðu, ég ætla að fara, ég ætla að koma með nokkra þroskaða spurningar bara. Já. Og við erum ekki að fara að taka þær allar. Nei. Að því við erum ekki 5 ára. Nú er ég hinum við borðið, er ég með pass eða? Já, og mátt bara, sko. Við erum að vera góðið við. Já, takk. Herðu, hvort myndirðu frekar aldrei aftur vinna í fjölmiðlum eða aldrei aftur horfa á íþróttir? Þetta er The Icelandic Butcher með þessa. Það er eitthvað kongur, sko. Já. Aldrei aftur horfa á íþrótt, það er ekki hægt. Hann er í landslið kjötiðnaðamanna þessi. Aldrei aftur horfa á íþróttir eða aldrei aftur vinna í fjölmiðlum. Þetta er geggjur spurning. Fyndna við það, sko, þú veist, þetta er ógeðslega leiðilegt pólitískt, þetta er grínlust ekki hægt að svara þessu, sko. Nei. Ég þyrfti bara, erum við með tíkalla, ég þyrfti basically bara að kasta upp á það, sko. Við erum bara með seðla. Þá kem ég bara með næstu þetta er svona að fara valmöguleika hérna. Þetta er ekki Bjarka. Af öllu sem þú starfa við, útvarp, lýsandi, veislustjóri og fleira, mátt bara velja eitt. Lýsandi? Já. Ég er bara, þú veist, með svo mikla ástríðu. Já, fyrir íþróttum bara og fá að vinna við að reyna að beina ástríðinu minni til þann sem er að horfa. Mér finnst það bara forréttindi. Já. Og ég gæti aldrei gefið það upp á bátinn, sko. Nei. Ekki nema verið sagt að gera það, sko. Já. En þú ert ekki að lýsa enska boltanum í dag, það? Nei, það er náttúrulega, það er á símanum. Ég náttúrulega er hérna hjá Stödd Sport. Já, það er ekki eitthvað kannski ekkert um hann í framtíðinni. Já. Þetta kemur aftur heim. Fútbol kemur stundum hóm, sko. Það er nefnilega máli, sko. En meistaradeildin, hún er... Já, hún er hjá okkur á annan máta með Viaplay Vodafone Sport eins og heitir í dag. Muniði þegar sunnudagsmessan var.
hversu mikil veisla var Gummi það og Hjörvar, hann misti ekki af þætti. Nei, það er eitt besta sjónvarp sem hefur verið gert Já, stórkostlegt. Það og líka á sunnudöfum, líka eftir umferðina og hélt maður á boltinn. Nei, þá datt maður í messu. Já, það var svo gott. Það var frábært. Já, herðu, hér kemur einn sem byrlaði þér einsinni. Já, ok. Er ekki orðin leiður á F95 blöð gríninu? Nei. Þetta donut og það, nei. Málið það, þú veist, ég veit ekki hvað með mig, mér stundum bara svo slétt saman, þú veist, ég reyna að lifa eftir ákveðnir möntru og þú veist, ég gæti ekki sjálfur verið í gríni ef ég gæti ekki tekið gríni og ég meina stundum segir maður, veist, ég segi frekar við strákana, þú veist, hvað er ekki nýtt uppistand á leiðinu, það er bara alltaf að dama. Maður þarf bara að hafa húmor fyrir sjálfur sér. Já, það er bara, ég sé það eiginlega bara sem einna mestu kostum manneskjunar. Maður hafa góðan húmor og húmor fyrir sjálfur sér. Já, taka sig ekki of alvarlega. Algjörlega. Herðu, af hverju hættu Brótis og F957? Herru, þeir ég veit ekki hvort þið megi skvíla því, en þeir ætla að fara í podcastheiminn. Já, þeir eru búin að gefa út. Þeir eru búin að gefa út. Jú, þeim langar að feta þá braut og og eins og ég segi, þeir náttúrulega maður þurfti stundum að hafa brems á þeim, það sem við vorum að segja, ég meina þeim langar kannski að segja eitthvað en þegar þeir fara í hlaðvarp og í talningum þeir fara í áskriftalaðvarp þá geta það bara gert það sem þeir vilja og fólk bara borga fyrir það og ef fólk vill þau séu grófir þá geta það bara verið það sko. En ég meina þeir vilja prófa að feta þessa braut en verða innan sínar náttúrulega með tal. Já, verða tal. Já, ok. Þannig að þeir eru ekki farnir frá okkur. Nei, ok. Herðu, hvað er Richie með mörg assist að meðaltali í Laugardalsboltanum? Kevin De Richie. Þau eru nefnilega helvíti mörg. Já, þú kannt að finna sendingarnar. Já, ég er með góðan fót, með mjög góðan vinstri fót. Ertu örffættur? Já. Ok, sjálfgert. Þær eru helvíti margir, ég ætla að segja bara, ég ætla að vera alveg kókrastu, þær eru alveg 6-7 í tíma sko. Já, það er svolítið. Svo mörkin ofan á það sko. Ok. Er það satt á sér kallaði sterar ekki? Sko það byrja eitthvað grín núna á FM. Já. Það er verið að hringin, það er verið í flottulega keppninni. Herra, það er sprautan í dag. Já, ok. Ég held að gríni sér til komið að ég náttúrulega ég veit það í dag að ef þú ert með eitthvað sem þú vilt aðri vita ekki þá segir þú alla eina sinni það ekki. Já. Þá segir þú gilsan það ekki. Já, getur þú farið að skemmu það? Þú hefur sagt honum einhverja ýmsar hluti sem þú treystir honum fyrir. Hefur það endað allt í útvarpi? Já. Allt saman. Skrítið. Allt saman og ég stundur sagt við hann gamlega þetta bara á mitt lag og hann bara hvað, þetta er ekki sem þessi hálfvitið það? Svo er maður bara að keyra og kannski að hlusta akkurat þá sko og fæ maður bara að drítast inn SMS-in bara what the fuck drengur, ég bara hvað nú? Þannig að og einhvern veginn regla með Egil sko, þú veist, og Steindi hefur líka oft benn að hætta með þetta og hitt og eitthvað svona og ef hann gerir það, þá gefur hann bara í. Já, hann segir bara, fyrsta málmeistar. Já, svo gefur hann bara í það. Bara frekar að þegja. Svo bara feitar þetta út. Já. Mér langar að spyrja, hver er fyndnast Íslendingurinn ef þú ætlar að gera svona topp 3? Vá. Fyndnasti. Já. Ég veit nefnilega Gils og Hjörvar er á mínum topp 3 lista sko. Já, þeir eru báð brjálæðslega fyndið. Þú veist, stundum bara þegar Hjörvar dettur í eitthvað svona ákveðin gír, maður sem er honum í hermi og maður getur ekki slegið, maður bara hlæjandi sko. Það sem getur dottið í eitthvað svona þannig són sko. Þú veist, ég ætla að henda á þennan lista verður að vera Sveppi Krull. Mér finnst Sveppi ógeðslega fyndinum og Sveppi sko hefur það líka, hann getur leikið allt. Hann getur leikið alvarlegt hlutverk, hann getur leikið trúðinn, hann er svo mikið kameljón sko. Þú veist, hann er svo geggjaður karakter í verbúðinni og líka bara þegar maður er að tala við hann, þú veist, hann er bara svo maður hlægir alltaf. Hann er bregðin, hann er karakter sko. Sveppi verið með þennan áru, hann má segja allt. Málið er það, þú mátt ekki gera þau mistök þegar þú ert í gríni svo ég passa ef að Sveppi segir mér eitthvað brandara þá veist ekki, má ég fá þennan lánanumistari næstu veistu? Já, nei, það er ekki hægt. Ég get ekki sagt það sko. Það er mismunur hann má meira en aðrir sko, ok, þetta er Sveppi, þú veist sko, þegar það er bara eitthvað neginn fyndið, það er bara þegar Pétur Jóhann bara lappar þá hlær maður ég hlæ bara, þú veist, áður hann byrjaði ég fór eitthvað uppistand með honum í Hafnarfirði bara þegar hann var að lappinn á svið þá byrjaði bara fólk að hlæja þá var hann ekki búin að segja Nei, ég veit það, held ég að vera með það krát það bara með sér að þú bara lappar einhvern veginn horfir svona til sal þá byrjaði bara fólk að hlæja held ekki hvað þetta er þægilegu salur það er mjög þægilegt held ég líka hvað Ísland þykir vænt Pétur Jóhann það verður allir Íslandi bara til að knúsa hann
Pétur Jón bara þjóðareign. Ég fór á uppistand með honum, ég hef aldrei hlegið af mikið. Það er bara, þegar hann dettur í svona són, sko, maður bara liggur. Þriðji aðilinn verið að hendi í Sóla Hólm. Já, Sóli. Já, Sóli hann er líka svo faglegur í grínu sinni, sko. Hann er svo, þú veist, ég fór á Jólahólm núna síðast. Já. Þú veist, hann var nú komið 2 nýjar eftirhermur, hann talaði bara alveg svo gæðinni, sko. Já, það. Ég veit ekki að spoila ykkur. Þetta er bara, þú veist, hann tók hérna Sigurstein Másson úr Sönn íslensku sakamálum. Já. Þetta er pínu creepy, sko. Já, þetta er bara rugl, sko. Hann er geggjaður, sko. Bara frábær skemmtikraft. Já, talað Pétur og Sveppa, við erum að fara á beint í bílinn live. Já. Það er fyrsta hlaðar sem ég er að fara á live. Já. Ég vil ekki sé það, bara fólk er að selja. Götustrákar aftur hjá Pétri, Jóhann og Sveppa. Með konuna með sér. Við erum ekki að fara við erum að fara með konunum. Já, en við verum bara í salnum. Þeir eru að fara að vera live. Já. Þeir vita ekkert hverju við erum. Engar ágjur þar, sko. Já, mjög skrítið, sko. Það væri rosalegt, sko. Þurfum að ræna bílinn þeirra til að komast í hann, sko. En það verður eitthvað, maður. Já, við elskum svona. Já, líka þeir tveir saman hætti bara ávísun og okkur að veislu. Já, ég veit það. Þetta eru geggjaðir. En við förum aðeins í smá alvarlega hluti. Ég las hérna á netinu og mistir stjúpföðin og faðin með 2 mánaða millibili. Það var ekki alveg 2 mánuðir. Það var ekki 2. Nei, þú veist 2021 í desember maðurinn að mömmu sem var svona eiginlega bara orðin hann voru hann afi lillstelpunum minna og ég hef bara fann að kalla hann hans pappa og bara mjög náinn okkur lætur lífið úr krabba tók ekki langan tíma greinist bara í maí sama ár og gerist frekar hratt og svona bara áfall og maður er svona að vinna sig bara úr því eitthvað inn í árið og svona bara reyna að njóta lífsins aftur sumarið og svona reyna að hafa tengslinn góð bara við fjölskyldu og bara maður þarf að lifa og svona reyna að breyta svolítið aðeins hugsunni sinni ekki láta litla hluti fara í taugarnar á þér og svona reyna hérna rækta samband við nákomna þér duglegur að hringja þá, heimsækja þá og það og svo í september 23 þá er ég á leiðin á handboltaleik átti að fara að lýsa Valur F.A. Pabbi var svo duglegur að koma með mér á leikinu, hann er valsari og ég líka og var stundum að lýsa valsleikin, þá kom hann alltaf með og ég átti að sækja hann, bara setja partinn og hérna þá er hann sem sagt heima hjá mömmu sinni sem var það ennþá á lífi og hún hérna og ég fæ bara símtal frá henni og hún hérna segir bara, ég glemði ekki, bara fyrsta sem ég heyri í símanum er bara ég held að pabbi hans er dáinn bara, þú veist, hún er náttúrulega orðin gömul og ég bara hvað mennur ég er að reyna að vekja pabba en hann vaknar ekki og ég bara þú veist, næst er bara svona þú veist, svolítið bara blankó man ekki eins og hvernig ég kerði eða bara bruna og opna fyrir mér og hérna lappinn og hérna kem fyrir hotn, það er svona stofa hann var bara oft inn í stofi hjá henni og það var bara mikið þar og hérna horfa á sjónvarpi og svona og ég kem bara fyrir hotni og svolítið út undan mér og þá sé ég bara hann er farinn og hérna að ég trúði þess ekki sko ég held bara að hún hafi bara ekki verið að kalla nú hátt og svona þá var hann hérna bráðkvættur, blessaður og hérna kom í ljós að það hefði verið bráða hjartabilun hún alltaf bara mikið tilkomið út af lífverðinu hans bara æfina og hérna þó hann hefði verið búin að snúa lífið sinni við en þú veist, hann kannski grætti auka árin á því en með hvernig það var búið að vera alla hans æfi þá fekk hann ekki meira en 67 ár blessaður 67, já. Samrækist innilega takk kærlega og hérna og hann hefði kannski farið fyrr hefði hann ekki tekið til í lífið sínu þannig ég segi alltaf það er aldrei of seint en þú veist, hann fekk ekki lengri tími þetta og tala bara að veist, það var svolítið bara illa farinn miðtaugakerfi í höfðinu og bara líffærin yfir höfuð en gerði alveg ótrúlega vel 2014 þegar stelpa mér fæðist þá svona einhvern veginn breytir hann svona nægi til hans loksins og byrjar okkar samband í fyrsta skipti þegar hann 29 ára gamall 2014 þá hérna nægi að koma honum í meðferð með góðu, hann var þá búinn að vera edrú hann byrjar að vera edrú þegar mamma og pappi skilja 93 fyrir góða vinnu og bara á góðan tíma góðan sprett, svona til 2000 þá fellur hann
og svona, það eru bara slæm 3-4 ár og alltaf þegar þetta var þá reyndi ég svolítið að halda mig frá og svo tekur hann góðan tíma og svo aftur, þannig að þetta var og svo undir restina þarna 2014 þá hann bara komin á mjög slæma stað og þá held ég bara mitt að hann ætti ekki mikið eftir sem hann átti ekki og ég næ einhvern veginn að opna augans og fara með hann átti náttúrulega fullt af góðu fólki að í S.A.A. hann náttúrulega búin að vinna bara mikið í kringum félagið og vera mikið í starfinu þarna, þannig að hann hafa tekið vel utan hann og hann náði svona nokkurn veginn bara sér strax á strik, alveg edrú byrjar að rækta sambandi við mig konuna mína, barnið mitt og snar breytist og fær með okkur tæp 10 ár 10 ár á fallegu lífi og og svona eftir á hyggja í dag og skildi ótrúlega fallega við hann sko, því að það bara faðmlag alltaf og pappi var alltaf mjög svona frekar snertifælinn og var ekki mikið að gefa af sér og það breytist allt sko, hann mýktist með þessu, þroskaðist en svona það sem ég held að hafi síðan svona klárað þetta því að hann var náttúrulega bara orðin slappur þetta ár, svona farið að sjást á honum og hann var farin að leita hans í flöskuna aftur til þess að deyfa eitthvað og eitthvað svona og svo held ég að það er bara orðið honum megn og kvaddi mjög snögglega og og sagði að hann hafði aldrei fundið neitt til að þetta bara gerist bara svona og þetta er búið að vera ótrúlega skrítin tími og ég er svona ekki ennþá búin að átta mig á þessu og líka þetta vakti mig líka sko að því náttúrulega ég er barn alkohólista mjög slæms alkohólista þannig ég hef alltaf þurft að vera meðvitað líka og ég meina ég hef alveg sjálfur þurft að hugsa minn gang ég meina ég man einhvern sagt þetta en ég var bara komin á slæmasta heima bara í drykkju, ég var bara hann að drekka heima ekkert tilefni, bara hann að drekka fram á nætur og það að fara að hafa áhrif á fjölskyldulífið og en sem betur fyrir þurfti ég ekki meðferð í náða að vakna og breyta bara ákveðnir hugsun og vera meðvitaður og koma því í hausinn þegar þú getur neitt áfengis þá ert að gera það til þess að skemmta þér þú ert ekki að gera það til þess að deyfa eitthvað eða fara í felur með eitthvað, þá ertu komið með vandamál og þar var það orðið hjá mér og þar til dæmis gæti ég sótt í pappa á þeim tíma þá gæti hann miðla sinni reynslu hvað ég ætti að gera Var einhver ástæða okkur að spyrja að drekka þarna? Og ég held að það bara verið mikið álag og gríðilega mikið álag á mér hérna, ég var að vinna eins og ég veit ekki hvað það var stóð ekkit vel á kannski fjárhagslega voru með nýlega kom með íbúð og bara miklar afborganir og ég var mikið að DJ-a þú veist á næturnar þú veist á skemmtistöðum og svo kannski eftir skemmtistæðina þú veist þá hélt bara kannski hann strekkjan áfram því ég kom heim fór ekki að sofa og eitthvað svona, en eins og í dag þú veist þegar ég er að skemmta í þessum brúkum þá er ég bara búinn eitt það er bara maxið sko En getur sagt mig hvernig eins og þú veist þú missir þarna 2 bara mjög nákvæmna bara, og þú ert alltaf í sviðsljósinu hvernig áhrif hefur það eða þurfa að vera alltaf í sviðsljósinu og þurfa kannski að setja upp einhverja grímu eða Já það var náttúrulega sérstaklega herfitt þegar pabbi fyrir sko, það er náttúrulega ég tók ekki nema held ég bara 1 eða 2 daga í frí frá brennslinu sko bara til þess að melta aðeins sko en svona það að vissuleiti hjálpaði mig líka sko að koma og vera í glaðlegu umhverfi og gleyma sér aðeins að því eiginlega versti tíminn var þegar að sko eftir jarðaför og allt það var þegar maður var heima og var einn með sjálfum sér og maður fór að hugsa og eitthvað svona en svo er manns líka með alveg sko magna fyrirbæri því að ég held ég myndi aldrei bara svona ná myndin út úr þegar ég kem að honum aldrei ná henn úr augunum á mér En í dag, þú veist, þegar ég hugsa að þetta eru bara skemmtilegu tímanir, sko. Þetta eru bara glaðlegar minningar, þú veist, í svona brosi, söknur er mikið, en þetta er svo, hvað maður lærir að lifa með hlutum. Og en sjálfur bara eftir að hann fór, þá bara letið tjekka á sjálfur mér. Ég tók til bara allt svakalega í mínu lífi, bara í lífverðni, þú veist, fór að hreyfa mig mikið meira, ég fór að borða mikið hotlar, ég fór að minnka drykkju mikið og bara fór að stilla allir í hóf og vera, eins og segi, alltaf meðvitaður. Láta tjekka á sér reglulega,
þú veist, þú fer með bílinn í skoðun árlega, ég hef minni með það gamlan sko og þú þarft að gera líka við þig sko 100%. Það bara Hvert fórst í check? Ég bara pantaði á heimilislækni og ég bara fór til heimilislækni, hann pantaði bara fyrir mig í blóðpröfu, ég tjekka bara á blóðsykri hjá mér, bara blóðþrýstingi og bara sem heldur bara heilsuninni gangandi, nýrnastarfsemi og bara allt það og þegar ég fór í þetta check, bara fljótlega eftir að hann fór, þá var ég ekkert okkur frábærum stað sko. Þú veist, ég var með þrýsting bara í 168. Já, það er rosa. Þú veist, í efri mörgum sko, sem er stórhættulegt. Og ég sagði hann, þar ég þá að fara okkur blóðþrýstinglyf, þannig að kannski en við ætlum að reyna að gera þetta sjálfur. Já. Og ég meina, svo bara byrjaði þetta og ég meina, ég fór núna í check bara fyrir tveimur mánuðum síðan, bara láta kanna mig. Það er bara, þú veist, á einhverju 1 ári og 2 mánuðum þá þú veist, þeir eru komið þrýstingi 117 eins og læknisnæmi bara svo í fermingastrák. Það er geðveikt. Hvað er þetta hefur mikil áhrif? Já. Hvernig líður þér svo núna? Þú ert búin að taka til í sjálfu þér og svona hvernig líður betur andlega með að við þarna, fyrsta tjekki? Bara 100% betur. Ég er líka bara, ég er betri eiginmaður, ég er betri faðir og þú veist, ég er bara betri vinur og þú veist, ég er bara meira hlutunum, þú veist, tek meira þátt og svona, þú veist, skýrari. Það er skemmtilega að vakna á morgnana. Já, akkurat. En ég meina, þú veist, svo fór ég á Þorrablótin daginn og ég tók vel á því, vaknaði pinkulitt á sunnudeginum, en ég meina, það var bara tilefni. Já, nákvæmlega. Og ég meina, svo bara byrja nýr vinnuviku og það bara aftur í rútínu. Nákvæmlega. Þú veist, ég kalla þetta bara núna, þú veist, ég hugsa þetta ekki lengur í 100% í mataræðinu og eitthvað svona, ég hugsa árið 100, vertu með árið 75 til 80 af 100. Já. Þá ertu góður. Já. Algjörlega. Þá ertu með eitthvað sem þú getur líka lifað eftir. Já. Því sko, það virkar ekki fyrir mig að fá bara ekki kjúklingabringur og hrísgrón bara með einhverju sósu. Það getur það enginn. Nei. Til leyndar. Nei, þá er ég bara mættu bara á kaffihús sko. Já, það getur það enginn til leyndar. Ég meina, það hefur enginn prófað fleiri kúra og eitthvað svona en ég sko. Nei. Var aldrei virkað. Já, maður þarf að raunsæri líka. Já, þú þarft að vera það sko. Þú þarft bara að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. En hvernig er eins og að vera aðstandandi? Af því að við höfum aðalega að tala við þá sem að hafa verið hinum megin við. Já. Þú veist, hvernig er það? Þú veist, þú gafst greinilega aldrei alveg upp á honum. Nei, að sjálfsög ekki, ég náttúrulega leita alltaf upp til pappa sko, því að þegar ég er að byrja að fá mínar minningar, ég byrja að mun eftir sjálfum mig kannski 5-6 ára þannig, þá er ótrúlega gaman að vera með pappa sko, þú veist, þá er hann ekki komin á svona slæman stað þó að hafa alltaf verið eitthvað, en þú veist, þá er hann alveg duglegur að fara með mig eins og í fótbolta, hann var að fara með mig á leiki, ég meina hann gerir mig að valsara og ég meina þú veist, koma sér mér inn í sín áhugamál. En svo koma bara svo, þú veist, þau byggum ég mamma og pappi, þú veist, þá komu bara oft mjög slæmir dagar þegar hann datt í það, hann var túramaður og þetta stóð kannski yfir í 7-10 daga og það heimili var bara pínlítið svona, þú veist, getum eiginlega sagt í gíslingu og þú veist, bara man alltaf eftir lyktinni meðan það var í gangi og þú veist, þetta hafði alveg mikil og djúpsta áhrif á mig, ég meina, ég þurfti þegar við flytjum, ég þurfti mikla sálfræðastoð og ég þurfti bara, þú veist, að vinna mikið, ég fekk bara góða aðstoð bara frá mömmu og afa og afi svona, pappi hans gekk mér svolítið mikið í föðustað þar til að hann kom sér svolítið tilbaka aftur, hann tók sér síðan í gegn, mamma og pappi enduðu síðan á að vera bestu vinir og pappi var alltaf hjá okkur á jólum og þú veist, mönnum, ég meina, þú veist, mamma skildi síðan eftir að, þú veist, hann var náttúrulega bara fárveik, það var bara veikum maður og allt sem hann gerði á hennar hlut sem var auðvitað alls ekki gott þú veist, en það var, þú veist, það er alltaf þetta að segja, það er ekki hægt að kenna áfenginu og eitthvað svona, en hann var veikur hann sá ljósið, hann vildi bæta og allt það og mamma vildi taka því og svo bara upp frá því, byrjuðu þau áttu aldrei ástarsamband aftur en þau áttu alveg ómetanlegt vinasamband bara heyrðust nánast daglega hvort öðru og ég meina, og þó að mamma hefði verið komið með sinn mann, ég meina pappi var samt hjá okkur á jólum, hann var bara partur af krúinu sko. Það er þetta mjög fallegt sko. Já, það var bara, þetta var bara sem pappi var sko. Mér langar líka bara hrósaði fyrir að opna eins og á þetta, því fólk sér kannski bara sem, þú veist, Rikka G í brennslunni eða fyrir 9-5 blöð eða Lísa og eitthvað svona. Það eru svo margir sem er kannski hlustu, taktu við hjálparhundinni, það er fólk að úti sem er tilbúið að hjálpa og að kannski ekki hugsað að þú hefur gengið í gegnum allt þetta, en þú veist, við þurfum allir aðstoð þegar kemur eitthvað upp. Að sjálfsög, og ég meina þú veist, auðvitað eru einhverju sem eiga veikara bakland en einhver annar, en
þú veist, ég held þú getur alltaf ef að viljin til staðar að þú getur fengið aðstóð það alltaf eitthvað tilbúin til þess aðstóða held ég Já, maður þarf bara að vera tilbúin að biðja hjálp það málið sko það nefnilega málið ég veit ekki hversu mörg tuga eða 100 strákar sem hafa haft samband við okkur sem hafa farið inn á Vogu út af okkur eða eru síðan mættir í 12 reynsluspor samtakan og eru edrú síðan þá eru þið að hjálpa ykkur og það bara eitthvað stærsta gjöf fallegasta sem maður veit ég vil meina það eins og í bransanum sem ég ég að reyna að skemmta fólki ég að reyna að láta fólk hlæja hafa gaman, brosa, það mín vinna og ég meina svo ber ég alveg endalausa virðingu fyrir ef þið getið nýtt eitthvað svona plattform og það hjálpar ykkurum Já, algjörlega það eru forréttind að fá að vinna við slíkt Já, gjörsamlega sko. það er svona allavega það er eitthvað sem ég lifi eftir Já, og líka geta gert þetta á eins og tölum áðan að geta gert grína sjálfum sér að því ég veit alveg hversu vonlaus ég var í neyslu sko, og það er bara svo margir sem fengið skilabóð frá sem ég bara tengi svo mikið fólki við því ég bara aldrei þóra að segja henni en þú ert kannski að hjálpa ykkur núti sem líður nákvæmlega eins ég veit það og bara, ok, hann fór að tala um þetta og eitthvað svona, en ég meina en svo þegar þú kemur á betri stað og nærið að skilja svolítið við fortíðina þá átt að geta brosa líka bara, góður var ég svona maður og ég meina pabbi var nákvæmlega svona líka þú veist, ég var að segja, var að rifja upp eitthvað að finna sögu, þú veist þá var hann að múra, hann var múrari og þú veist, ég ekkert að fara með hann þú veist, þá vaknar hann allt í einu og þú veist, þá var búin að gleyma hann átt að flota bústað heilan sumabústað, það var ekkert gólf og það var búið að panta steipubíl sko bara svona gott dæmi og ég bara svona var nýlega komið bílpróf sko og ég verði að skuttla hann með þetta það var þingvöldum með eitthvað og ég bara, ég var bara búin að vera handlangur ég kunni ekkert að flota og ég hafði svo ég var með í maganum en finna við að hann gerði allt upp á 10 þá var hver mæli einingu upp á sentimeter sko Þetta er magnað sko. En ég meina, þú veist, en þessari sögu síðan, þú veist, 19-20 ára setna gátu við hlegið af en þetta var ekki góð minning ekki góð en þú veist, svo hægt að horfa í dimmu hlutina með bjartari augum af því að lífið betra í dag 100% og eins og þú sagðir, það kannski ekki hægt að kenna áfenginu en það engin sami maður sem í dagdrykkju eða hvað þú ert að nota, þú breytist í einhvern allt annan sko. Ég sagði minningagrænum pappa pappi voru 2 menn það var pappi sem vildi halda mig frá og pappi sem vildi bara helst vera með knúsa og vera bara alltaf í kringum pældi í munin, þetta er sami líkaminn ég veit það, þetta er nefnilega þetta er ótrúlega sko. En við förum aðeins yfir á léttari nótur á það var eitthvað svaka atrið þú fegst köku í andliti frá hann og Gústa Herðu, já, tala um sæn Gústi B-maður, það er alvöru sæn Já, það er þetta hann er að gera flotta hluti og hann finna við að hann minnir mig pínu lítið á sjálfan mig þegar ég var að byrja það er þessi bilaði metnaður það er þessi bilaði áhugi og bara hún langar að fara allar leið það sést á hann og ég var á hrósunum sko ég hafa búið svona Ég kynnist honum þegar hann var með hennar ref Já, akkurat, ég man eftir því, hann kom í brennsluna ekki Já, plóter bóka hann í viðtal og ég bara erum við að fara að bóka hann í viðtal Já Hvað er hann frá að koma með refin? Já Ok, já, og svo kemur hann bara einhver TikTok-gæi og fannst hann eitthvað svo steiktur og eitthvað svona Ég hefði aldrei giskað á þessum tíma að ég myndi ráða hann síðan inn en síðan bara svona fór ég að fylgjast meira með honum á TikTok og hvernig hann var, ég bara það er eitthvað og svo bara þegar hann kemur hann bara neglir þetta strax og hann er bara eins og segja, ég ætla bara að hrósa hann er geggjaður hann er geggjaður, það má ég að það og hann er svona bara fættur í þetta hann er fættur í þetta og ég meina þetta er strák sem ofta ná langt en hann heldur rétt á spilunum og með og eins og ég reyna að segja reyna að miðla hafa fætur á jörðinni og maður þarf ekki að hafa á geirnelda en ekki svífa vertu einlægur og sýndu öllum sem reyna að koma til þín og eitthvað svona sýndu kurteis og ég meina eins og ég ennþá í dag þú veist, ef einhverju senda mér ég svara yfirleitt sko. Ég bara gera það, ég líti ekkert á mig alltaf stór fyrir þetta eitthvað svona. Nei, alls ekki þannig sko. Ég meina, ég elska einhverju að senda mig út að þunga upp þinna brennslinni, þú veist, ég svara sko. Ég er bara gaman að því það er bara ekki, það er einhverju að hlusta mig það er minnsta sem þú getur gert það er að gefa eitthvað feedback tilbaka sína smá lit á móti Er hann og Gústi svona, Gústi og Pretty Boy er það svona rosalegsta dúóið núna? Þeir eru heitir vel heitir sko ég heyri reyndar hiti svona 20 sem á gólfin á daginn sko. Er það þreitt? Já, svona farið að verða
En já, bara frábært. Ég meina, þú veist, og Patti gat ekki fengið metnaðarfyllri gæja með sér. Ég meina, Gústi bara, þú veist, það allt upp á 10 sem hann gerir og, þú veist, það með að Patrik var ekkit vitlaus þegar hann náði hann. Nei. Og bara saman eru búin að gera alveg geggja hluti og bara snild, ég bara samgleðstum. Algjörlega, ef að láta hann enda á að gera eitt seðil. Já, ég ætla fyrst að fara yfir í eitt annað því það eru 9 kostendir þáttarins. Já. Búin að fá glænýja. Já. Það er flirty.is. Já. Þeir eru með hennar Loving Joy Silicone og annar plug medium 2299 krónur. Já. Og það er allt þarna fyrir. Hvað heit ég nú í kynlífsbúðu daginn? 73.000. 73 skalli. Jú, 73. fekk pössun fyrir börnin. 73 skalli Það er kynlífsbúðu. eitthvað að veikast en ég heilt sko. Já, það verður að hafa gaman að lífinu líka. Það er bara ykkur svoleiðis. búningar hana? Já, eftir að tjekka búningunum, ég fer alltaf aðalega í þetta fyrir rassa. Ég er rassakall. Já. Nei, þetta má ekki vera tabú. Nei, það má ekki vera tabú. Þetta floats your boat, bara geggja, Já, það er bara go nuts. Já, það er bara málið. Þannig þið farið á flirty.is, næli ykkur í eitthvað, veist. Það er alveg hárrétt hjá þetta, má ekki vera tabú. Má ekki vera tabú, það er bannað í dag. Já, 100%. Já. Gott. Herru, ef taka eitt seðilega. Já, ég var að sýna það seðilinn sem ég gerði þannig daginn. Þú ættir eiginlega að vera meira pirraður en ég, sko. Já. En ég og Siggi Bónd vorum með hann saman. Já, ok. Við gerðum hann í göttustrákaþáttunum. Settum 50 og 50, samanlagt 100, stuðl 100. Það var bara Newcastle sem tapaðist á Newcastle Luton. Einu marki, basically. Og þetta hefði verið gömlu góðu 10 stafrunar í Lommen. Ég hafði aldrei komið svona langt í snjóboltanum. Ég var á næst síðasta degi. Ég held ég var að fara í final day. Ég tók bara 2 leiki, fyrir leikunum var dottinn. Og þetta var eiginlega að vera þægilegi leikur. Já, og líka komið 2-0. Þú ert með notification kveikt á. Jú, nice. Final day. Þetta var samt svo góðu leikur. Það var sturlað fótboltaleikur, sko. En ég er ekki enda búin að fyrirgefa Nei, sama hversu góð fótboltaleikur þetta var. Það verður ekki í minningunni. Já, ég sagði, þetta er gengt en ekki glemt. Já. Herru, ég ætla að fara yfir á ísbjörnin, að þið verum ísbjörnamenn hérna. Það eru okkar menn. Við ætlum bara að taka enska. Já. Við erum bara enski boltinn eiginlega. Og þetta er ekkit Mike eitthvað 1x2 eða þetta er bara 1 tákn eða ekki? Þetta er bara 1 tákn. Við erum ekki að flækja þetta hérna. Herru, byrjum bara á Manchester City í Everton. Já, þetta er mjög öðuldur 1. Fulham Bournemouth. Já. Heyrðu. Hvað færðu á both team to score? Herðu, má ég sjá. 1,62. Átó. Ég ætla líka að segja þér eitt. Þú varst að tala um Chelsea leikinn í gær. Já. Ég ákvað að setja gömlega góð 100 á hann og ég þakka þér fyrir það. Já. Það er bara málið. Herðu, Liverpool Burnley. Já, það er eins mikið leitt nú að verður. Yes sir. Það voru komin í þína menn Luton móti Sheffield United. Þetta er hræðilegt. Þessi leikur endar X og hendar Sheffield United ekki nokkuð skapaðan hlut. Nei, það er bara X-ið. Þetta er X. Tottenham Brighton. Erfið leikin. Já, þeir eru nefnilega. Sko, með Brighton þú veist ekkert hvort þú fáir snört frá Kópaskeri eða bara Prime Barcelona. Það er nefnilega máli, sko. Þetta er svolítið bingo-bjössaleikur, sko. Þetta er Tottenham á Tottenham Hotspur-vellinum. Já. Sko, ég ætla að segja bara Tottenham vinnanleik. Bara vinni? Já, þeir bara vinna og komið sér í þessa alvöru baráttu þessi meistaradeildarsæti. Tottenham vinnur bara. Tottenham vinnur, þá kemur enn einn erfið leikurinn, það er Wolves Brentford. Og þetta er saman með Brentford. Maður veit rosalega lítið hvar maður hefur þá, sko. Wolves hafa alveg verið heitir. Ég held að þessi leikur fari X. Þetta er jafnteflisleikur. Þetta er 2-2 leikur. Já. Það er alltaf ykkur 2-3. Já. Þá er það þínu menn að Nottingham Forest á móti Newcastle með stuðul 2,14. Newcastle vinnur ekki hennar leik. Nei. Mér finnst eitthvað, sko, maður held var aðeins að koma tilbaka. En það er bara svolítið svona stemming og vindur svona aðeins farin úr þessu. Og þeir sjá það núna, þeir eru aldrei að fara ná meistaradeildinni. Ég ætla að segja Nottingham Forest vinnur hennar leik. Nottingham Forest vinnur? Já. All right. West Ham Arsenal. Sko, náttúrulega Arsenal, þeir náttúrulega Arteta fagnaði eins og óður maður á móti Liverpool. Martin Ødegaard breytist í Annie Leibowitz á myndavélinu. Já, sveimbar súper. Það er eins og þetta séu talk the talk, sko. Þeir verða bara að vinna, sko. Þá verður þau bara að setja 2 á, sko. Gull verður með vinna ekki. Þeir voru svakalegir í síðasta leik. Svo myndi ég segja að leikur umferðina kæmi.
Það er Aston Villa móti Manchester United. United er með 3,25 í Já, stúl. að ég segja reitt Manchester United fyrir á Villa Park og vinnur einfaldlega vegna þess að þetta er uppáhaldsvöllur Manchester United allra valla í Englandi. Þeir eru með besta árangurinn af öllum völlum á þessum velli. Það er svoleiðis, ok. Og Aston Villa nýbúin að vinna hvað 5-0 eða? Já, Aston Villa vann hérna 5-0 Sheffield United en náttúrulega fóru illa í bikarnum í gerð mútið Chelsea. Og ég held að tapi bara mútið United líka. Góðu stuðull á þessu. Crystal Palace mútið Chelsea, síðasti leikur. Chelsea með 1,87, Palace með 4,40. Það er svo Chelsea sem bara gýrast upp í bikarleiki. Svo kastaður hann hangklæðinu. Ég ætla að segja að Chelsea vinna inn á leik og þetta er verið síðasti leikur Roy Hodgson. Síðasta leikur Roy Hodgson. Já, það er bara sem betur fyrr. Þetta er aðeins meiri stuðull en ég voru með síðast. Þetta er stuðull upp á 2050. En ég ætla ekki að setja 100 á þennan. Nei. Ég set 25 og þá er ég að kassa út einhverju 51.000 evrur. Svo við tölum nú líka þegar við erum að tala um áfengi og svona veðmál. Þegar þetta hættir að vera gaman þá átti ekki að vera lengur í þessu. Það er alltaf sem við minnum á. Það er ábyrgsspilahegðun. Settu limit ef þú vilt veðja einhverjum að þínum eigin pening á þetta. Það ert ekki tilbúin að tapa honum, ekki veðja. Mjög einfalt. Það þarf að passa sig að þessu líka sko. Og hafðu bettin bara í lágmarki. Ég er ofta að vinna með einhverja 5 og 10 euro seðla sko. Mér finnst það bara drullu gaman. Ég bara næ mér eitthvað svona stöðul og bara þetta er nú gaman að hestumindi þetta. Vinnur hérna 4 leiki í röð og þá er þetta spennandi og svo svona ok, bara on to the next one. Ég bara myndi aldrei skilja, þú veist, þegar menn er að setja 1.000 og 2.000 euro okkur, ég bara mér eru bara flökur. Já, ég líka. Það er bara ekki séns. Ég myndi ekki höndla það sko. Nei, ég var alltaf með max svona 100, það var bara svona leiki sem ég bara svona tók bara 1 leik, veist, 100. En svo var Aron byrjar að jeppi yfir sig. Já, þannig hann svona 240 skil ekki hvað og svo hann heldur náttúrulega má ekki vinna eitt bett og heldur hann sé bara skygn sko. Nei, þetta er bara nákvæmlega samasamt með þetta og áfengi. Já. Þú veist, ef þú höndlar þetta, þá á þetta að vera skemmtilegt. Já, það er málið. Þú ert að gera þetta bara, já, ég ætla að vera með og hafa gaman. Þú ert ekki að gera þetta til þess að græða pening til þess að geta borga reikninga sko. Það er ekki málið. Nei. Þetta er bara svo með lottóið, þú veist. Þú ert að reyna, ég komið 3 réttamæður, þú veist. Þetta helst allt í hendur. Bara að gera leikinn skemmtilegri. Algjörlega. Ég var að kaupa með Siljajet, hefur þú smakkað það? Siljajet. Þeir eru okkur steinum eða eitthvað. Já, steinefni. Keypti þetta á Köss. Er þetta svona bara svört drulla? Hæ? Svört drulla sem þú setur í vatn og hrærir. Og drekkur þetta bara? Já. Og hvað þetta að gera fyrir? Steinefna bomba. Og þú ert svona bara orkulegs. Hefur ekki séð hérna... Er þetta gott ef maður er hangover eða? Já, pottþétt sko. Mjög líklega. Þeir eru allir að tala um þetta núna í góða heiminum að þessi Ívar Ómars og þeir sem eru að borða bara hrátt fæði Seiðkallinn og hann er okkur öðru plani sko. Já, ég veit ekki alveg hver að frétta það, hann er bara hrátt kjöttistóri í gæs. Háa nautafylli sko. Já, við sleppum því. Já, hann er lengra komin. Já. Ríkar, við ætlum ekki að halda það mikið lengur hérna. Takk hérlega fyrir komin. Takk fyrir að gefa okkur líka bara tíma í þínu þætti. Já, bara eins og ég segi, þú veist, ég sé nú á Twitter að fólk stundum misskilur okkur og það er bara eins og það er. En þið eru góðu drengir og þið viljið vel. Algjörlega, og takk fyrir að vera heiðarlegur og einlægur og bara segja þessa hluti. Já, og ég segi takk fyrir að vera þú. Já, takk fyrir að vera þú. Bara takk fyrir. Nei, takk. Ég er síðast orðið. Já, ok,